Já, góðan daginn, kæra áhorfendur, hjartanlega velkomin með okkur í leik K og HK hér í Lengjubikarnum í Boganum. Sigurður og Pétur heilsa ykkur með gleði brag. Við ætlum að byrja að renna örsnögti við lið HK enda leikurinn að fara í gang. Það er númer 25 markinu Arnar Freyr Ólafsson, númer 5 Björn Berg Bríði, fyrirhundi leikmaður Grindavíkur og Ólafur Stefáns, 7 Ásgeir Marteinsson, 8 Máni Austmann Hilmarsson, 10 Bjarni Gunnarsson, 11 Ólafur Örn Eyjólfsson, 15 Valdimar Einarsson, 16 Emil Atlason, 9 Arian Ari Morína, 21 Hörður Máni Ásmundsson og 22 Arnþór Ari Atlason sem kom til HK frá erkifjendunum Blikum. Á bekknum hjá þeim eru Sigurður Hrannar Björnsson, Brynjar Jónasson, Viktor Bjarki Arnarsson, Aðalsteinn Einar Kristinsson, Ásgeir Börkur Ásgeirsson, Guðmundur Axel Blöndal og Valgeir Valgeirsson. Hörku hópur hjá nýliðum HK í pepsdeildinni. En þá ætlum við að kynna lið okkar K-manna. Þar stendur í rammanum. Það er hérna smá misskilningur. Guðjón byrjuð með mjög furðulega sendingu tilbaka á Torfa sem lítið að fara til Arons og Aron tókur upp með höndum. Þannig að HK og Open aukarspilning tek K-manna. Þótt að það ekki verið sending á Aron Elí beint að þá dæmir samt Guðgeir, dómari leiksins, Open aukarspilning sem er hárrétt. En það kom síðan snerting frá K-manni. Það verður mjög fróðlegt að sjá hvernig, ég er alltaf gaman á Open aukarspilning því að þetta er nú ekkert mikið æft til þig. Ég held að það sé bara ekkert æft. Nei. Þannig að hún er á þannig stað að spurning hvort það reynir fyrirgjöf. Sjáum að Alexander Grófin er tilbúin að taka sprettinn í áttaðum ef þeir eru alltaf með ekki skora beint. Það er hugsaðlega neglega í einhvern veginn. Já, við hreinsum þessu, það var Andri Fannar Stefánsson sem kom þessu frá og léttir pressun örlít og HK spila alla leið tilbaka. Þá ætlum við að reyna að nýta tækifærið og kynna lið okkar K-manna. Petti horfir á leikinn fyrir okkur. Heyrðu, þarna er spjald væntanlega. Leikmann með 21 að fara í svörtu bókina hjá Svenna. En í marki K.A. stendur engin annar en Aron Elí Gíslason sem kom hérna við sögu rétt áðan þegar hann tók boltar upp með höndum. Aðrir leikmenn í vörninni Haukur Heiðar Hauksson sem er að spila hérna marki K.A. menn sakna hans pínu að hann sé ekki að spila meira en hann er komin í liði. Guðjón Pétur Lýðsson nr. 5, Almar Ormarsson nr. 7, hann spilar á miðri miðjunni í dag. Í fjarveru Daniel Sarteinssonar, Hallgrímur Marteinn Engilsson leikmaður nr. 10, hann er á hægri kanti til að byrja með. Andri Fannar Stefánsson á miðri miðjunni með Almari, hann nr. 14. Brynjar Ingi Bjarnason stendur í hjarta varnarnar. Búinn að spila vel. Hrannar Björn Steingrímsson er hægri vangbakvörður. Torfi Tímótheus Gunnarsson er miðvörður ásamt þeim Hauk og Brynjari. Sæþór Olgeirsson er upp á topp. Elvar Árni Alþjóðsson glímir við veikindi. Alexander Grófin síðan vinstri vangbakvörður. Varamenn K.A. eru Aron Dagur Birnason sem er búinn að spila fyrstu 3 leikinn Lengjubikarnum. Þetta er 4. leikurinn okkar. Ólafur Aron Pétursson. Birgir Baldursson, ungur efnilegur örfættur strákur. Steinþór Freyr Þorsteinsson er kominn tilbaka til meiðsli og er í hópnum í dag. Nökkvi Þeyr Þórisson, við erum búin að kynnast tvíburabróður hans og honum Þorramar sem er einnig á bekknum í dag en þeir komið til K frá Dalvík og svo síðast en ekki síst Bjarni Aðarsteinsson, hann hefur einnig leikið fyrstu 3 leikina í Lengjubikarnum með K í miðverði. Þannig að hann var á bekknum í móti Fram. Það er bekknum fram, hér eru mistök í vörn K en okkur er ekki refsa fyrir það. Aron Elí Hansamar knöttinn. Þjálfari K.A. er sjálfsög Óli Stefán Flóventsson og í liðsstjórnum dag eru Branislav Radakovic, Sveitor Steingrímsson og Egill Daði Angatísson og Dr. Petr Johanisic og hjá HK er Brynjar Björn Gunnarsson þjálfari. Ásamt eru fleiri góð, Jói Kalli það ekki? Viktor Bjarki er aðstöðari, Jói Kalli þjálfari í IA. Hann er þjálfari í IA, já. Hann var hjá HK. Hann var í HK þannig að Brynjar tók við. En hér er Guðjón Pétur að sleppa í gegn en varnarmenn HK eldan uppi. Já, Viktor Bjarki er spílandi aðstöðari hjá HK og svo náttúrulega Sandor Matos. Markmannsþjálfari, könnumst vel við hann. Það gerir Hauku vel, hins við að tapa boltanum. Þetta er vel gert hjá HK. Sækja hérna upp núna hægri kantinn. Við reynum að senda ykkur inn fyrir hann, Alexander Grófin kemst á milli. Þá er spurning með nýjan glænýjan fítur hjá K TV. Við viljum minna ykkur á sjoppuna sem er hérna frammi við. En hér sjáum við byrjunarleik K-mann eins og því stilt upp í kerfið sem hann stillir upp í hann Óli Stefán. 3-5 3, 4-3 3-4-2. Já, 3-4-2-1. Þú þekkir þetta betur en ég, Pétur. Það er gott að Guðgeir ætlar eitthvað að skipta þessari af inn í teig á meðan þeir eru að græja hornspyrnuna. En glæsilegu fítur hjá Ágústi Stefánssoni að venju. En þá skulum við demba okkur í leikinn og HK með hornspyrnuna hérna. Og það stekkur HK einhver hæst í teignum en skallar framhjá. Það var einhver barningur en enginn fær neitt fyrir sinn snúð. Já, það eru mikla breytingar í HK. Já,
það eru 3 fjarverandi sem að spila alla leikina sem að mynda varnarlínu hjá þeim. Birkir Valur meiddur, Hörður Árna er meiddur innan gæsalappa, hann er staddur í erlendis í einhverju ferð. Já. Og svo er Leifur Andri fyrirliðara, hann er veikur. Já, það gengur ykkur flensa. Já. Lá yfir því í gærkvöldi að afla með upplýsingar HK-liðið og komast ég af. Það er vel gert. En hér koma gestirnir, Rauðröndóttir, sækja munda skotfótinu, kemur skot sem er ekki varnarmann heldur bara markspyrna frá marki KM-manna. 5 mínútur liðnar af leiknum og HK eru bara með öll völd á vellinum. Já, engin spurning. Við erum eiginlega bara nánast heppnir að vera ekki búin að fá okkur mark svona upphæfu leiks. Sjáum hvað setur HK að spila svona einhvers konar 4-4-2 eða hvað, Pétur? Já, þetta er sama kerfi að komum upp í fyrra. Já. Þetta er 4-4-1. Hér kemur grófum vinstri kantinn og skilur eftir verið Guðjón Pétur. Sæþór ógnar með hlaupi fyrir aftan og hér kemur sendingin. Spurning hvort það sé rángstæðar? Já. Það er Svenni í Sport 24 sem var að fara lagar að rángstæðan. Það er nýtt nickname þar. Já, hann er ekki lengur Svenni toppmenn. Dagsgamalt Sveinn í Sport 24. Það er þá Björn Berg Bríðir sem að býst við að taka þessa aukaspyrnu, óbeinu aukaspyrnu, nei, Arnar markmaður. Það er gaman að fá HK upp í Pepsi-deildina, sérstaklega fyrir þær sækjar. Þeir munu spila heimaleikinn sinn í Kórnum. Já, þið finnst það skemmtilegt. Skemmtilegt og ekki skemmtilegt. Þetta er að ýta á svona, hvað ég vil segja, framþróun eða þróun í sér knattspyrnu, hvort það sé að fara að byrja tíðanbili fyrr og enda það seinna og fjölga í deildinni, sko. En Kórinn er allavega með ansi mörg sæti í stúkunni og þetta er í fyrst skipti á Íslandi sem verður spilað heillið fær að spila alla leiki sína inni. Við sáum náttúrulega Egilshöllin í fyrra koma góðum notum fyrir Fjölni og Fylki. Já, ég spilaði á móti þeim í Kórnum í fyrra og þá var norðan 20 og haglél og allt, þannig að við vorum mjög fegnir að fara inn í Kórinn. En hérna frábær sendingin á Hallgrím sem er ekki rángstæðar. Hallgrímur ógnar skotið en það er framhjá virkilega flottu bolti á Torfa Tímóteus þarna inn á Hallgrím sem var komið í hlaupið og þetta er fljótt að gerast. En HK-ingar hafa reynt að vera duglegir að styrkja sig í vetur. Sjáum að til dæmis leikmaður númer 22 Arnþór Atlason sem var búinn að spila núna með Blikum undanfarin ár. Skemmtilegur leikmaður, hann er komin núna miðuna hjá þeim og eins fenguði sennilega stærsta bitan úr Grindavík, Björn Berg Bríðir. Já, fengi hann þetta frá stjórninni. Já, hann spilaði síðan suma með Grindavík. Snögglega lánaður í HK. Já. Og svo er Emil Atla komin hérna fram hjá hann. Já. Með Bjarna Gunnars. Það verður fróðilegt að fylgjast með þeim. Sjáum að þeir pressa KM-mennina hátt þarna. Haukur tekur Bjarna Gunnarsson á. Ég reynaði að senda ykkur inn fyrir hann. Þetta er ekki neitt KM-maður sem fær þessa sendingu. Arnar sparkar frá marki. Og það er Torfi sem skallar hann frá. Og Arnþór Ari tekur hann niður. Gefur hann út til vinstri. Og það var Ólafur og aftur Arnþór. Finna síðan Emil í lappir en hann reynir að koma sendingu hann inn fyrir en tekst ekki. Það fær aðra tilraun á Bjarna Gunnarsson en þessi er út af ykkar sem KM eiga. Máni Austmann Hilmarsson er einnig nýr í HK-liðinu, kom frá Stjörnunni. Nei, hann er ekki nýr í HK-liðinu. Hann spilaði fyrra hjá þeim líka. Já, en hann er uppallegur Stjörnunni, ungur og efnilegur strákur. Já, búinn að vera, hann og Týpur Blóns búinn að vera held í úti og svo fóru þeir í BVF og hefur leikreynslu úr efstadeild. Já. Og hérna Bjarni Brynjar Ingi brýtur honum aukaspyrna réttilega dæmd. Man rétt að hann lánaður í IR í fyrra og kom svo í glugganum lánaður í HK. Já, og fylgdi þeim upp deild. Já, og skemmtilega vill til að ég spilaði 2 mótunum í röð. Hann kom 2 röð á Greinvík öllu sumar. Heppir hann. Með IR og HK bara. Heppir hann. Greinendorm. Á Greinendorm. Það var aukaspyrnan sem að gestirnir eiga, hún er væntanlega ekki í skotfæri. Aron stillir upp 2 í vegg, það eru bræðurnir Hrannar og Hallgrímur sem standa þessa plikt. Og hér kemur spyrnan, þetta er skot. Aron Eli handsama þennan og heldur honum vel gert hjá Aroni. Gaman að sjá Aron aftur í markinu. Já, Aron búinn að glíma við höfuðhögg, meiðsli. Ég held að Óli Stefán sé ennþá ákveða hvor verður byrjunarliðsmarkmaður, þannig að það er gott að Aron sé að fá
tækifæri líka í Lengjubökunum. Klárlega. Aron Davíðs er búinn að standa sig mjög vel. Engin spurning. Ég held að, já, þessi markmannsskipti í dag eru eingöngu til að Aron fái líka leiki og fái að vinna sig. Já, það er ekkert upp á Aron Dag að klaga á hans framistöðu. Hér kemur skiptingin kant á Gróven sem tekur á mót honum. Sækir hann á miðju, finnur Andra Fannar í lappir, en Andri Fannar átti erfitt með að taka á móti þessum first sending. Og þá var það bara boltanandinn á miðjunni. Ólafur Örn Eyjólfsson gefur hann tilbaka og þeir hreinsa fram. Það er eins og Haukur Heiðar fyrstur í boltan. Almar leikur sér skemmtilega með hann á miðjunni. Finnur síðan Guðjón Pétur út á vinstri kantinum. Gaui sér eitthvað inn í teiknum en sendingin ekki nægilega hnippið og þetta fer beint á varnarmann HK. En rosalega léleg sending út á vörninni og það var Hrannar á Hallgrím og Hallgrímurinn á Sæþór en sendingin á först og endar í höndunum Arnari. Já, Valdimar Einarsson með slaka hreinsun. Gaman að fylgjast með honum. Þetta er 2002. Þetta er 2002 strákur. Hann er langengsti leikmann á vellinum held ég. Já. Og það í miðverði bara í hjarta varnarna. Það verður mjög gaman að fylgjast með honum. Líka sennilega svo eini sem spilar í buxum fyrst að Elvarárnir er ekki með. Já, það verður gaman að sjá þá buxnabræður berjast þarna. Já. Það er ekki í dag. Ekki í dag. Og hér kemur HK reyna að senda ykkur inn fyrir en Haukur er mættur en HK á seinni boltan. Og þetta er Ásgeir Martins hérna. ógnarskotin, Almar stígur fyrir. Feikilega lúkið með boltan. Já. Þá kemur Ari með krossinn. Þetta er Hrannar sem skalla frá en beint að HK-ing sem að skýti fram hjá. Þetta var Ásgeir Martinsson aftur. Hitt ekki rammann. Verðugt verkefni fyrir HK að koma upp í deildara bestu. Það er gaman að sjá hvernig þeir standast það próf. Já, það er bara mikið í fréttum í vikunni þar sem menn eru að hætta hjá þeim og einhverju að fara á eitthvað. Já. Það er einhverja breytingar á liðinu frá því ég fóru upp í einhvað svo. Sæþór vinna þennan skallabolta en beint á Arab. Þetta myndi káma frá aukarspyrnu, meina stíð inn í torfa þarna, ekki dæmt. Þá fær Ari boltan hérna úti í hægra megin. Horfir aftur hlaupum, kemur sendingu inn á Mána. Máni með krossinn, góðu kross en það er engin rauðklæddur HK-ingur. Hrannar með slaka sendingu út á vörðinni. Og þetta er Artur Ari. Og Andri Fannar stígur hérna á milli og nær truflar sendinguna hjá þeim. Björn Berg sendir hann síðan fastan hann inn fyrir. Og hér er hörkubarátta og hér er skot og Brynjar Ingi bjargaði marki held ég bara. Já. Því að hlaupið á fjærstönginni var komið og sendi ekki góð. En Brynjar Ingi rendi sér fyrir á hárréttum tíma og bjargaði því sem bjarga var. Við sjáum að Andersen hérna. Vel gert hjá Brynjari. Hann bjargaði marki með því að setja sér nánast næstu því sjálfur. Já. Markið. Óhrættu við að það allt skora sjálfsmarkana. Já. En það er ekki fyrst sem hann bjargaði marki hérna í búanum. Nei. Í ár. Búinn að spila feikilega vel á undirbúrstíðanbílinu þessi ungi strákur. Fættið 1999. Hér kemur hotspinnan og þetta handsamar Aron Eli Gíslason. Og kastar honum á Hrannar. Kámen reyna að hlaupa hratt í sóknina. Hrannar horfir hérna til vinstri á bróður sinn Hallgrím. Kemur skiptingin og hún er góð. Og Hallgrímur tekur við honum og sækir gegn Ara. Ari gerir vel, truflar Hallgrím. Og Grímsi skiptur honum svo yfir á bróður sinn hann Hrannar. Alltaf erfiði boltar sem að Grímsi sendir á Hrannar. Hrannar nær hann og kemur hann fyrir og Sæþór er á undan en Kámen vildi fá vítaspyrnu á það, Sæþór kvenkar sér en boltinn fer á honum aftur fyrir og markspyrna. Spurning hvort við eigum þetta endursýnt. Þetta var bræðraspil hérna upp kantinn. Og Hrannar með fyrirgjöfun og Sæþór gerir vel að koma svo undan í boltan en erfitt kannski að flauta víti á þetta. Mjög hrifinn af þessu hérna þegar Aron Eli grípur boltana þá ríkur Grímsinn út vinstra megin og Alexander ríkur út hægra megin. Já. Það er spurning hvað þetta sé á æfingarsvæðinu því það er ekki vanlegt að vinstri bakverður eða vangbakverður rjúki út hægra megin. Þannig að þetta hlýtur að vera teiknað upp þannig að við vinnum boltana, við sækjum svona upp. Já. Hér kemur spyrna frá Arnari og það er Brynjar í baráttunni við Emil. Andri Fannar á Gróven og Gróven leitar að hlaupi og hér er að kapphlaup. Björn Berg og Arnar markmaður ætlar að koma í hann. Alltaf frekar hættulegt að reyna þetta en Arnar gerir vel. Gerir þetta bara listi vel. Já, og sendir hann síðan á kollega sinn hinum megin, Aron Eli Gíslason. Við erum með þetta að sjá Alexander Gróven hvað í honum býr. Já. Kom hérna í hvað janúar eða ekki? Jú. Og þetta er annar leikur hans í Lengjubikarnum, byrjunarliðsleikur. Já.
var á bekknum síðasta móti Aftureldingu. Hér eru Haukur Heiðar á Guðjón Pétur kominn langt niður til að sækja hann, sér hlaup frá Gróven og hann er rétt stæður, nær að setja bolta með kassanum á Hallgrím og þeir eru tveir þarna gegn einum eða hvað. Grímsi finnur Gróven aftur, Gróven með lausa fyrirgjöf og Sæþór sem er aðleitin teiknum, snýr við, kemur skotið en Björn Berg er vandanum vaksin og stígur fyrir, vel gert hjá Björn Berg Bríðar. Hallgrímur hins vegar fær seinni boltan og leitar að hlaupi aftur en þetta endar í innkasti sem KM eiga, djúpt á vallarhelmingi gestanna. Já, ég vilja fá meira ákveðna finish á Sæþór hana. Já, ég held að hann hafi ekki búist við að hafa hennar tíma sem hann fékk. Nei. En vel gert hjá Gróven að koma honum í lappirnar á Sæsaði það. Gróven með innkastið á Hallgrím og Hallgrímur í baráttunni og brýtur þarna á Ólafi. Óskar Bragason labbaði í hús hérna eftir frábæran 7-1 sigur á leiknum Fossvogi. Sigur reifur Óskar Bragason. Já. Búið að vera langur laugardagur hérna. Þór vinnur Stjörnuna í morgun kl. 11 og Dalvík Reynir vinnur leiknum Fossvogi 7-1. Super Saturday. Super Saturday. Í bóðanum. Veislan heldur áfram á morgun. Nú að gera og hér kemur Arnar með glæfralega sendingu, Alexander Gróven hleypur og stígur á milli en Björg Berg á nú ekki miklu vandræðum að vinna þennan skallabolta. Og þeir áfram heldur baráttan með Ólafur með sendingu fram. Þetta eltir Emil Allarsson, Torfi gerir vel og kemur hann aftur á Aron Eli. Kemur Haukur Heiðar með sendingu á Gróven, hann leitar mikið út til vinstri og flott sending frá Gróven og Grímsi fellur við en Guðgeir flautar ekki, við meina að Ari hafi brugðið fyrir sér fæti. Guðgeir ekki sammála, Torfi hins vegar fyrstur á vettvang og hirði lausa boltan. Gróven og kemur honum á Guðjón og Guðjón aftur á Gróven. Það er mikið líf í kringum Gróven núna allavega og hér er sending sem fer upp í rjáfur og þá fáum við hvaða dómarakast. Og Andri er alltaf engast bara. Já, Andri er búinn að gleyma hann í reglunni. Fínt fyrir HK að geta að losa pressuna svona. Akkurat. Gera þetta samkvæmt reglubókinni. Áskir Martinsson kemur honum fram og beint á KM. Leikurinn aðeins að jafnast út. Já. KF fara að býta hans frá sér. Þeir eru rólegir með hann, leita af opninum. Valmar og Hauk Heiðar. Haukur og Brynjar og Brynjar færir hann sinni hindi yfir á Torfa. Torfa alltaf komin á Guðjón hérna en sendingin ekki nægilega nákvæm. Almar hins vegar þekktu fyrir þetta að taka seinni boltana, lausu boltana. Flott sending á Hrannar Björn. Hrannar horfir, sér eitthvað í teiknum. Það er Sæþór Olgeirsson, frábær sending og skall í stöng og vá, hvað þetta var nálagt maður. En boltinn fór í stöngina og síðan í óviðbúinn Arnar sem að var heppinn hreinlega að grípa hann. Sjáum þetta aftur hérna, frábær kross Hrannar og Sæþór rétt staður rétt tíma og boltinn eiginlega hrekkur hérna í Já, það sjáum við fagra fingur Ágústa Stefánssonar, þurrka linsunni. Það er ákveðið veður að víti hérna í bóganum svo oft en HK eru konur í sókn. Já, það er húsækur kemistri hérna, Hrannari og Sæþór. Það skiptir ekki máli hvort sé Elvar eða Sæþór. Hrannar finnur kollin að þeim. Kemur Ari með sendinguna fram. Þetta er á Engan og boltinn endar í innkasti hérna sem KA á. KA með aðeins að vakna til lífsins og fengu þarna sitt besta færi. Hér er að Gróa með innkastið Almar og Gróan losar hann síðan fram. Björn Berg skallar hann fyrir lappirnar á Artur Ara sem leitar út til vinstri á vinstri bakvörðun Hörður Máni Ásmundsson. Hörður Máni með vinstri fótasendingun í teginn. Það er Emil Allarsson í baráttu við Gróin og Gróin losar hann og Almar sjálfsögðu hirði næsta. Sæþór og Björn Berg í baráttunni og Valdimar kemur hann aftur út á Hörður með sendingunni fyrir hlaupið á Bjarna en Haukur til varnar. Bjarni Gunnarsson með hann aftur úti. Haukur þéttingsfast í bakkinn á honum. Hér kemur sendingin á Ólaf. Ólaf út til hægri síðan á Ara. Spurning hvort Ari ná þessu. Neip. Og þetta innkastið að KM. Guðjón Pétur fær hann að bolta og setur hann á Brynjar Inga. Og Haukur. Haukur með sendingu á Hallgrím sem fær hann aftur.
Það var Andri Fannar en vel unnið þarna hjá Mána Austmann. Bjarni Gunnarsson leitar að hlaupinu, hann ákveður að reyna skot. Þetta er ekki að vitlaust sem ég hef séð. Nei, það var bara gamla hásbreytin. Já, Aron Elí var framalega og Bjarni Gunnarsson sá það inn í miðjubóðanum. Já, ég hef séð margt vitlausara. Ára kámenn sem að reyna að byggja upp sókn. Sæþór með dabrasendingu þarna og ætlaði Hrannari sem var komin ofalega. Þannig að HK konum með hann aftur. Það er þá Artur Ari sem fær hann í lappir. Og Emil skilur hann eftir fyrir Ásgeir. Ásgeir tilbaka á Björn. Artur Ari fær hann aftur inn á miðjunni. Róa þetta aðeins niður. Þarna mætir Haukur á miklum krafti í bakkið á Mána Austmann. Og aukaspyrnan dæmd. Haukur aðeins láta að finna fyrir sér. Já, svolítið sigur í dag, það tryggir okkur sett í undanúrslitum. Já. Lengjubikars. Þess að við mætum öllum Ía. Það væri skemmtilegt. K.O.I. mætist þeim í fyrstu umferð Pepsi Max deildarinnar í maí. Já, sem er leiðilegt fyrir þjálfara og leikmenn að mæta liðið sem að mæti svo stutt seinna aftur. Akkurat. Bjarni Gunnarsson og við erum gert hjá Brynjari Inga Bjarnarsinni. Hirti þennan. Ingasti kámanna. Káa staðið sig vel í Lengjubikarnum undanfarin ár. Verið oft í undanúrslitum. Jafnvel í úrslitum. Það var hörku tackling frá Sæþóri inn á miðinu og hálf svektur. Hörður að fá ekkert fyrir sinns nú þarna. Nei, Artur fyrir ekki við. Torfi undir vinstri á Grófin og Grófin á Guðjón. Aftur á Grófin. Vantar einhver hlaup hérna. Þannig að hann þarf að setja hann tilbaka á Torfa. Káamenn þurfa að vera þolinmóðir. Kemur Brynjar Ingi með flotta sendingu á Hallgrím. Hallgrímur snýr og leitar upp. Reynir að finna Almar og það er brotið á honum. Björn Berg gerir það. Og fær tiltal. Guðgeir harðbannar fleiri svona tæklingar. Já, sennilega rétt að bara fá auðvörðuna. Sammála því. Guldspjald hefði verið strangudómur og hleypti svo jafnvel í einhverja vitleysu. Hér kemur krossin frá Hrannari. Engi káamann sem hoppar í teignum, heldur hýrðu við seinni boltan, ekki Andri Fannar. Spilum hann tilbaka á Almar sem er okkar aftasti maður eins og er. Við erum allar stóru strákar á teignum. Almar með flotta sendingu út á Grófin. Grófin leitar að krossinum. Snýr á hægri. Kemur reynir að koma honum inn á Torfa. Nú erum við fáliðið tilbaka. Þá kemur Ari. Nú spilum við hvort komið brot. Nei, Torfi hleypur hann bara uppi. Bjarni Gunnarsson kvartar yfir að hafa ekki fengið brotið. Sá nú lítið ólulegt við þetta. Ég er mjög hrifinn af Grófin þar sem hann notar utanfótar óspart. Já. Ég held að við erum búin að sparka oftar í boltan eins og leika utanfótar heldur en innanfótar eða rist. Til þessi er utanfóturinn. Ok. Kámi með hann á í öftustu línu. Haukur Heiðraugsson sendir hann á Guðjón Péturs, setur hann á Sæþór. Vel spilaði Káminn vann eftir jörðinni en Sæþór vinnur boltan. Sæþór tapar boltanum. Kemur sendingin inn fyrir Bjarni Gunnarsson. Birgir ætlar ekki að flagga rangstöðu. Nú koma þær, þetta er hættuleg staða Bjarni með fyrirgjöfuna. Og vel gert hjá Brynjar Inga eins og svo ofta áður. Káminn báðu þarna Birgir Þór Þrastafsson aðstoða dómarum rangstöðu en Birgir var vins í sinni sök. En góð tækling, hárrétt tíma sett hjá Brynjar Inga. Bjarni ætlaði að lauma honum inn í teginn með frá jörðinni. Kemur hotnið, Guðjón Pétur skalla frá. En Máni vinnur hann, Andri Fannar til varnar, Máni leitar að krossinum. Þessi er ekki aftur fyrir, Brynjar Ingi tekur hann og setur hann á Hallgrím. Nú er tækifæri til að koma hratt, Guðjón Pétur í hlaupinu, Sæþór í hlaupinu. Reynir að á, smá miskilningur þarna milli Sæþórs og Grímsa. Þannig að ágangarnir vinna boltan strax aftur, Artur Ari Atlason.
Já, bæði Guðmundur og Sæsi héldu að Grímsey myndi fara lengra boltan, þannig að þeir voru ekki tilbúnir að fá hann. Ég kemur langur kross. Árekstur, ég trúi þess ekki. Í ljósi höfuð með Aron Seli, ég trúi þess ekki. Nei. Þetta virkaði harður árekstur, þeir eru allavega Ég var til að segja þetta aftur. Kemur hlaupið frá ekki Máni. Það geta verið miklu verð. Það er lagið með að báða. Þetta var Emil Allarsson eða ekki í hlaupinu. Já. Það er auðvitað að stoppa hann þegar hann komst að fyrir hana. Já. Þetta hefur sannlega höfuðin á henni hafa sloppið, þetta hefur verið öxl í öxl. Guðjón Pétur með skemmtilega sendingu á Grófen. Grófen með svolítið pláss hérna gegn Ara. Hann leggur á stað eða hvað, já, gerir það. Og er komin í fyrirgjáðstöð en Ari gerir vel og stígur fyrir. Búið að mæða mikið á honum Arian Ara Morína í hægri bakvörðunum hjá HK í dag. Þetta er svona leið 1 hjá K allavega. Komið vinstri kantinn. Og hotspyrna niðurstaðan. Þannig að Hallgrímur gerir sér tilbúin að taka hann og Grófinni með honum. Gauði hérna eitthvað fyrir utan sem þegar boltinn kom ekki á hann í skotið. Hér kemur eins og að fyrirgjöfin og þeir skalla saman hérna Sæþór Olgeirsson og ég sé nú ekki hver þetta er hjá HK. Nei, þetta er Ólafur Örn. Þetta er Ólafur. Nei, þetta er Emil, þetta er ekki leikmannum 16. Þetta er Emil, jú. Annað hauki sem Emil fer á stuttum tíma. Þetta var Torfi líka, ekki Sæþór. Þeir eru staðnir á lappi báðir tveir án þess að fá aðhlýningu. Ingar sem K.A. eða hvað, dæmdi hann aukaspyrnu? Nei, stoppaði ekki greinlega, það taka. Já, dómarakast. Gerði hann svona lista vel. Já, þeir er alltaf ekki að spyrna til K.A.-mann síns mér. Jó. Þeir eru fallin að rífast þarna inn á vellinum hvort liðið ætti boltan. En K.A. er allavega með hann. Hákangarnir spörkuðu honum endanum til K.A.-manna. Þá var það Torfi Tímóteus. Upp til vinstri á Grófen. Grófen lítir hann á miðju, þar er Almar. Brynjar Ingi. Út á Hauk. Haukur Heiðar Hauksson með langa sendingu og þarna er Guðjón Pétur mættur. Setur hann í fyrstinn á Grófen, virkilega vel spilað og þetta er frábærlega spilað hjá K.A.-liðinu. En markspyrna niðurstaðan, Grófen reyndi þarna. Utanháttar hægri. Gott. Utanháttar. Sjáum þetta, Guðjón tekur hann í fyrsta og það gerir Grófen líka og boltinn er hársbreytt framhjá. Hárfínt jafnvel. Guðjón náttúrulega ótrúlega góður í þessum touchum. Torfi skallar hann hana, Björn Berg hins vegar stígur inn í og setur þennan langt inn fyrir, menn býður hennilega eftir að færa upp í loft en svo var ekki. Þannig að Emil Allarsson hljóp hann upp í Hauk Heiðar og er með hann og finnur Artur Ara. Artur Ara með fyrirgjöfina og út í þetta kemur Aron Eli Gíslason og grípur hann. Aron sparkar hann fram og þetta gerir ungi strákurinn vel, skallar hann frá en Andri Fannar finnur hins vegar Hallgrím í skallanum. Hallgrímur sækir á þá, kemur fyrirgjöf Andri Fannar og hann getur ekki annað en skorað, virkilega vel spilað þarna hjá K.A.-mönnum. 1-0, Andri Fannar Stefánsson eftir sendingu frá Hallgrím. Einstaklega legt og sér þarna Valdimar ungur með lélegan skalla frá og lætur Gríms að labba fram með sér auðvitað. Já, sjáum hérna Hallgrím fá hann og hann gerir það sem hann gerir best fyrir á þá og Andri Fannar kemur hann í seinna hlaupinu og galopin í tegnum og klárar þetta vel með vinstri fæti. 1-0 fyrir heimamenn eftir 29 mínútna leik tæplega. Andri búinn að vera skotskónum fyrir okkur í vetur. Já, Jákvætt. búinn að spila margar stöður líka. Já, fjörleifur og markaskorari, það er fín blanda. Já.
Hákáingar, Björn Berg og komin yfir á Hörð. Hörður yfir á Ólaf og Haukur Heiðar alltaf í bakkinu á þeim. Vel gert þarna Hrannar Björn. Inn á bróður sín Hallgrím. Hallgrím sækir á þá. Leitar að vinstri fætt fótaskoti, nei, gefur hann á Hrannar. Hrannar á andra fannar og út á Alexander Grófin. Grófin á Guðjón Pétur og kemur svo í hlaupið með. Gauji finnur hlaupið hjá honum og fyrirgjöf, en þetta gerir Ari ágætlega. Grófin ekki búinn að hætta að hlaupa upp og niður kantinn eftir að köllum eftir að fá hann. Já. Meira en í. Hann búinn að vera mikið búið að fara allavega upp og niður kantinn hérna vinstra megin. Ég hrifinn að sem ég sé. Já, sammála. Þá það áspilna frá Hallgrím. Grófin stendur hjá honum, ógnaði að taka hann stutt og Gauji fyrir utan eins og áðan. Sama setup, stóru strákarnir í teig og hérna kemur spillan á fjær. Það stekkur Torfi hæst en hittir ekki skallan. Og Arnar tekur markspyrnuna fljótt á og koma þér Ólafur, en þetta beint á Haukæðar og þeir spila tilbaka á Brynjaringa. Almar og Guðjón Pétur út á Hrannar, fær hann aftur, nei, kemur tilbaka aðalið á Hauk. Kemur skiptingin frá Brynjari á Grófin, sem leitar andra fannari sem gera ágætlega í baráttunni Björn Berg, hann virðist fá þarna boltann í andlitið. Sæþór náttúrulega hættir aldrei og gerir vel því að Björn Berg þarf að hreinsa þetta beint á Alexander Grófin. Grófin á andra fannar, Andri fannar alveg tilbaka á Torfa Tímoteus. Já, HK átti þessar fyrstu 10 mínútur alveg frá til lögu en hefur lítið komið frá þeim síðan. Þarna var sendinginn en vel gert hjá Ara. Guðjón Pétur hins vegar hirði lausaboltan, kemur hún strax í leik á Grófin. Grófin út til vinstri á Hallgrím, Hallgrím með mikið pláss. Horfir inn á teginn, horfir á Sæþór sé ég. Sjálfsögðu Björn Berg sem mætti til að skalla þetta í burtu. Haukur Heiðar vinnur lausaboltan, gefa hann tilbaka á Brynjar. Brynjar út á Torfa Tímoteus. Og KM halda sókninu áfram. Alexander Grófin. Tilbaka á Guðjón. Guðjón með slaka sendingu sem að Emil Allarsson kemst inn í. Hann sækir gegn tveimur, þarf að hægja þess á sér. Emil, en Andri fann að mættu líka. Þetta var bitlaust. Já, Hákáingar fórna ekki mörgum fram í skyndisóknum sínar. Nei. Það svo það ætla að mæta á krafti inn í leikinn og svo ætla þeir að slaka á. Já. Torfi og Andri. Haukur Heiðar með hann í öftustu línu. Sér hérna eitthvað hlaup frá Guðjón Pétri og hann rétt staður og Guðjón Pétur með skot og mark! Björn Berg brjálaður að þetta hafi gerið flaggað sem rangstaða en þeir eru vissir í sinni sög, Guðgeir og Svenni Sport 24 og Guðjón Pétur er kominn á markalistan. Við sjáum hérna Guðjón er rétt staðu, þá maður sjá þetta aftur hans hægar hjá Gústaf eftir en það er Sæþór sem stendur í rangstöðunni og Guðjón Pétur klárar þetta listilega vel. Háum þetta hérna aðeins hægar. Sjáum að Haukur Heiðar með hann horfir upp, sjáðu hlaupi á Guðjóni en Sæþór er fyrir innan, hér kemur boltinn. Svona frá okkar sjónarhóli séð er hann sennilega rétt staður. Já, treystum Svenna. Já. En við ætlum ekki að enda sína fagni aftur, það var að ódýrargerinni. Ef fólk vil endur að sjá það aftur þá getur við bara spólað tilbaka á YouTube. Já. Mæli ekki með því samt. En staðan orðin 2-0 fyrir KA eftir 34 mínútur tæplega og Hrannar mættu til að vinna boltan hann, það er kraftur í KA-mönnum núna. Eitthvað tögutitryggur hins vegar í öftustu línu á HK. Arnar út á strákinung og Sæþór er í press á honum og kom með hann fram, einhver vandræðagangur hjá Mána að taka á mót honum. Haukur Heiðar finnur Almar Ormarsson og þeir spila tilbaka. Gaman að sjá KA-lið, þeim líður bara ágætlega með boltan. Já, það er hérna ekki jafn mikið press á að ráðum byrjun og þá er bara nokkuð góður í haldaboltanum. Akkurat. Það kom löng sending fram og Guðjón bakkaði inn í Ara, ekkert flautað. Það var Ásgeir
Martinsson með hann hérna. Finnur enga sendinga möguleika fram á við, þannig að hann setur hann tilbaka á Björn. Björn með sendinguna fram á Emil Allarsson. Það er Almar Ormarsson mættur í Emil. Emil er að snúa og kemur síðan með stungusendinguna inn á Ólaf. Ólafur horfir inn í tegin, Torfi til varnar. Torfin er að stíga fyrir krossin og þetta er síðan Haukur Heiðar sem hirðir boltan. Haukur Heiðar með tæpa sendingu hann fram á Guðjón en hún rataði rétta leið. Guðjón í einhverju basli. Þannig að HK-ingar eru konið með hann aftur og þá er það Ólafur. Grófin til varnar. Grófin gerir vel og Gauji hjálpinni. Boltinn er okkar kámana. Guðjón tilbaka síðan á Aron Eli og hann er ákveður að taka hann ekki með höndum í þetta skipti. Nei, góð ákvörðun. Já. Þannig að við erum káamenn með hann alveg og nú er HK-ingar fættir að stíga þessu upp því að það er lítið af lausum mönnum. Aron þarf að sparka hún langt og sér þar Hallgrím sem fær smá tíma, finnur bróður sinn og bróður hans Hrannar með sendingun inn fyrir og Sæþór í kaplöpi við þá Björn Berg og Valdimar. Sendingu tilbaka á Arnar og Arnar þarf að sparka honum hérna á Ásgeir. Það er pressar að káma núna, Andri Fannar og Grófen. Andri Fannar er að potta með Guðjón sem er A-leit, Guðjón hefur tíma lengi að þessu en nær skot á mark sem er beint á Arnar. Ég held að Guðjón hefði getað sett nýtróðu í gang og keyrt þarna inn, þeir voru fyrir aftan hann held ég. Já, hann ákvað frekar að gera þetta smá fancy. Já. Skærum og tjekka inn á vellin og alltaf smyrja hann inn á þar. En endaði beint í höndunum á Arnari Frey Ómarsinni Ólafsinni í markinu á marki HK. En sjáum að KF búið að vinna boltan strax aftur. Haukur biður einhver hlaup, kemur hann út til hægri á Hrannar Björn. Hrannar Björn sækir, gerir að stað, finnur bróður sinn, brotið á honum eða hvað, jú. Artur Ari Allarsson dæmdi brotlegur fyrir bakgrindingu. HK-ingarnir eru bara á eftir í öllum aðtökum allir núna. Já. Þeir taka þetta snöggt, Hrannar og Hallgrímur. Hrannar fær hann hérna í uppáhaldsstöðunni sinni með krossin á fjær. Þar er Torfi en Ari réttum stað og skatar þetta frá. Grófen leitar að lausum manni. Haukur Heiðar meðan tilbaka á Brynjar Inga og eins og Petti nefndi náðan, þeir eru ekkert að þrýsta hátt á völlin til að pressa okkur. Torfi og Almar og yfir á Hauk, þarna var Haukur akkurat á þann gaf stafsningun á Guðjón. En leita tilbaka á Brynjar Inga núna. Brynjar Ingi með skiptingur á Grófen sem var hérna fyrir. Grófen skattaði tilbaka á Andra. Það er yfirvegun yfir spili Káman núna, 2-0 yfir og líður bara vel. Og finnur Grófen, Ari til varna, Grófen inn á Guðjón. Guðjón í fyrsta og Grófen aftur. Þeir eru að ná ágætlega saman hérna vinstra með núna, þeir félagarnir Grófen og Guðjón. Emil á Bjarnar Gunnarsson. Almar. Fullmargar einfaldar feilsendingar hjá Guðjóni, fyrst manni. Já. Þetta er flott ef það tekst. Já. Það kemur svona alltaf viss kæruleysis bragur yfir sumir sendingunum. Þannig sem betur fyrir eru gáamenn fjölmenni tilbaka. Já. Hér sjáum við Hauk Heiðar horfa upp. Finnur engan og setur hann stutt á Brynjar. Sjáum að Grófen fær hérna ákveðið pláss út til vinstra megin sem hafa verið duglega verið að nýta sér. Já, við hissa að Brynjar Björn hefur ekki lagt upp leikinn eitt sérstaklega vel. Því að þetta er kerfið sem við erum búin að spila í allan Lengjubikarinn. Já. Og það var Ari sem skalla frá. Og við tvöföldum með á bakhöruna og svo komum við með diagonal boltan þangað. HK er ekki greinilega undirbúið sig fyrir það. Sæþór í pressunni á Arnar með hann, næra konu frá en það er Haukur eða mættur. Hrannar hýrði lausa boltan, sér eitthvað hann inn í teiknum en Björn Berg réttum ára rétti stað en hver er mætt til að vinna seinni boltan? Jú, Almar Ormarsson. Hallgrímur með utafóttarsendingu á Grófen þarf hans að bakka til að sækja hann. Hann leitar að einhverjum hlaupum en með Guðjón út til vinstra megin, nýtir hann núna. Guðjón á Andri Fannar fær smá pressu. Aftur á Guðjón á Hallgrím. Hallgrímur, sjáum að Hrannar Björn var hann að lauma sér á tegin. Markagráður eftir framistu í Kjarnahæðismótinu. Næst markahæstum að Kjarnahæðismótins. Já. Að gera nutan upp á því. Það var að Guðjón Pétur og Grímsi.
og tilbaka Brynjar. Eru hákáðangarnir að stíga þess ofan núna. Spurning hvaða pláss skapast hérna. Og boltinn komið allavega eftir Aron Elí. Það verður gaman að sjá possession statistíkin á eftir. Sjáum að Káa er búið að vera 59% með boltinn í leiknum, HK 41. Hér er að Torfi virkilega vel gert að Torfa. Torfi og Gróven smá samskiptaleysi þarna en boltinn í örgum höndum Brynjars Inga. Það eru konar ansi marga sendingar en að Káa leysist núna á þess að HK hafi náða að koma í boltan. Þetta er bara jákvæmt, það getur verið að þröngu eitthvað í gegn, heldur bara býða eftir að HK grátni sig. Já, og það var þessi sending, það voru að hefum getað að segja þetta, við jinxuðum þetta. Já, okkur liggur ekki á að ná þriðamarkinu strax, við sættum okkur að fara 2-0 inn í hálfleik. Já. Þannig ef að HK liggir tilbaka bara á, myndi ég segja að við ættum að halda boltanum. Þá er það gestirnir, Ari komir hérna gegn Gróven, nú er það hlutverkum skipt og Ari gerir bara vel. Mundar fyrirgjöfin en Gróven tæklar fyrir þetta og Torfi heldur honum inn á. Þetta er eins og beint á Ásgeir Martinsson en þeir vinna þetta vel. Guðjón og Gróven búin á góðir hérna vinstra megin í dag. Gróven eins og með dabra sendingu hann inn á völlin og þá er það skot sem Aron Elí ver vel yfir. Þetta var fínt skot frá Mána Austmann. Já, leiðilegur svegur á þessu skoti, þannig að þetta er erfitt viðuregnar. Sjáum við hérna aftur skotið og beint á Aron en eins og Petter segir að það var sveigur á því. Já. Spurning hvort það sé Predator-skornum með vaselín á. Ég veist það mjög líklegt. Nei, það ekki? Já, nýju typunni. Það er hotspilna sem að HK á. HK búinn að fá 4 í leiknum, KA 2. Allt sama fært til bókar á KA TV tölfræðinni. Hér kemur spilnan. Hún er inn í markteginn og boltinn dettur hérna laus niður en KA er að losa frá, það gerir Haukur Heiðar Hauksson. Og Ari tilbaka á Arnar. Arnar meðan, þetta er döpur sendir frá Arnar í Andri Fannar. Brotið á honum en spurning hvort Andri standi þetta af sér. Væntanlega fá spjald þarna eftir, hvað Guðgeir gerir. Döpur sending frá Almari og þetta er Hörður sem skallar frá í innkast og nú er spurning hvort að spjaldi komi. Almar allavega biður það. Almar er með fyrirliðabandi á KA í dag. Guðgeir ræðir hérna með Almar, klappar hún á baki og segir ekki núna kallið minn. Hrannar með innkastið á Hauk og kemur með hann á Hallgrím sem kemur núna Sæþór. Þetta er flottur einarsetningabolti að KA Hallgrímur með hreinlega skottilraun því að þetta gæti nú ekki verið neitt annað en þetta handsamar Arnar með langa bolta fram. Brynjar Ingi mættur og kemur á Torfa. Já, það skotið Gríms að held ég inspired af Rashford. Já. Svipulöngu færi. Gróven tilbaka á Brynjar. Brynjar og Hauk Heiðar. Þetta er svona fyrir utan fyrstu 10 mínútur af leiknum svona með betri fyrirleikjum sem KA spila í vetur. Eða betri hálfleikjum sem KA spila í mjög solid eftir fyrstu 10. Já, það rauninni var afturleikar seinni hálfleikurinn. Já, hann var mjög góður líka. Takkilega byrjunin á honum. Já, þangað til síðustu 10 kannski. Hér koma þeir Gróven með pláss, Guðjón vinstra megin, Sæþór hlaupinn inni, leitar hann á miðju fyrir Hallgrím. Hallgrím fær tíma, mundar skotfótinn. Tjekkarinn leitar að hlaupi en ágætis varnarleikur hérna hjá Ólafi. Grímsi hins vegar ennþá með hann en þeir komu sér burtu núna. Það fær Bjarni Gunnarsson en HK-ingar eru fáliðaði fram á við og Almar brýtur. Já, veit ekki alveg það. Nei, Guðgeir flaut það allavega. Það er erfitt að ráða Bjarni frammi, þannig að Almar unni gerir þetta vel. Bara hvort hann ná boltanum eða brotið, þá var þetta bæði vel gert. Það var það Valdimar með sendingunni ára Björn. HK langar að lumið neinu. Réttur mínútu eftir að fyrir á legg. Sendingin ágætt þarna á Bjarna. Haukur vissi ekki að held ég hafi verið fyrir aftan sig. Bjarni gerir vel en Grímsi mættu tilbaka og vinnu boltan ásamt Hauk Heiðari. Andri Fannar, nei Almar fyrirgefið. Og Hrannar upp til hægri á Andra Fannar sem er aðleit. Nógan tíma. KA róta niður. Haukur út á Gróven. Og hár frá Hauk þarna.
Góð baráttan hjá Andra Fannari og Sæþóri. Og Háka Fanna innkast. Nú kemur hann langt fram á Emil sem baráttunni Torfa. Það hann á Káa á Birgir Þór Þrastarsson. Vissi sinni sök. Já, með allt á hreinu. Já, það ekkert í fyrst skipti. Nei, ekki það síðasta. Ekki það síðasta. 20 sekúndur eftir að fyrir áleik pluss upp og tími ef einhver skildi vera. Það búin að vera 2 lítil höfuðmeiðsli. Koma Andri Fannar. Grófen. Byrjun Erningi. Laus sending á Torfa. Emil náði honum ekki eins og þar og engin skaði skiður. Laus en hnitmuð. Já, Grófen á Sæþór. Sæþór og Guðjón og Sæþór aftur. Þetta er þröngt hjá Kámen núna. Spurning hvort að Guði ekki fara að líta klukkuna. Hann segir mínútu, ekki við mínútu uppbótartíma. Guðjón Pétur horfir, sér hlaup frá Hallgrím en Ari réttum á rétt stað, fær þannan í kassan og þá flautar Guðgeir Einarsson til hálfleiks. Staðan 2-0 fyrir Káa í flottum fyrirháleik í bóganum. Sjáum tölfræðina. Káa með 7 skot, Háka með 6. 5 á markið á Kámunum, 2 hjá Háka. Sjáum að Háka eru búin að fá 4 hornspyrnur, Káa aðeins 2. 1 rangstöð á Káamenn. Leikbrotinn eru 7, það er 4 á Káa og 3 hjá Háka. 1 gult spjald fara á loft og það var strax á upphafsmínútunum á hann Hörð. Og Káa hefur verið 60% með boltan. Það eru reynslu miklu menn í mörkin endursýnd. Kemur fyrra markið, Hallgrímur gerir þetta vel. Sér Andra Fannar setja hann laupinu og Andri Fannar getur ekki annað að klára þetta með vinstri fæti. Innanfótur og raugt. Og svo sjáum við Haukaðar með þessa glæslegu sendingu inn á Guðjón Pétur. Og Guðjón heldur manninu frá sér og kemur skoti sem Arnar ver í netið. Þá ætlum við að fara að taka úr stuttapásu, fara í sjoppuna, fá kaffi. Takk í bili. Nákvæmlega boltinn. Bærsynda! Glæsilega gert Ásgeir Sigurgeirsson. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnum lítið hvetjum dátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram Káamenn, áfram Káamenn, áfram Káamenn. Áfram Káamenn, áfram Káamenn, áfram Káamenn. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum Stýrimarkið gerir það. Frábær sending, glæsilegt mark. Káamenn eru komnir yfir og það er ungi strákurinn Bjarni Antonsson. viljum sigur í þessum leik. Áfram Káamenn, áfram Káamenn, áfram Káamenn. Meira! Áfram Káamenn og einu sinni enn. Áfram Káamenn, áfram
Setningin er tegin og hér er velgert þvílíkt markmaður. Þetta er eitt af mörkum sumarsins. Stórkostlega gert. Það gerir Elva frábærlega þegar hann tekur við honum og utan og það leggur hann á varamannin Ímim og Geisso sem sé frábær afgreiðsla. Magna. Fótboltinn er æðisgengið áhugamál. Nákvæmlega bolti. Bærsynda, glæsilega gert. Ásgeir Sigurgeirsson. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnum lítið hvetjum gátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KM, áfram KM, áfram KM. Áfram KM, áfram KM, áfram KM. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum Gerir það. Frábær sending, glæsilegt mark. KM eru komnir yfir og það er ungi strákurinn Bjarni Mark Antonsson. viljum sigur í þessum leik. Áfram KM, áfram KM, áfram KM. Mæra! Áfram KM og einu sinni enn. Áfram KM, áfram KM. Við viljum sigur, við viljum sigur. Elvar Árni Aðalsteinsson að koma KA yfir. Þessum leik. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum Setningin er tegin og hér er velgert þvílíkt markmaður. Þetta er eitt af mörkum sumarsins. Stórkostlega gert. Það gerir Elva frábærlega þegar hann tekur við honum og utan og það leggur hann á varamannin Ímim og Geisso sem sé frábær afgreiðsla. Magna. Fótboltinn er æðisgengið áhugamál. Nákvæmlega bolti. Bærsynda, glæsilega gert. Ásgeir Sigurgeirsson. Við eigum okkar lið sem við fylgjum alla leið og linnum lítið hvetjum gátt. Látum okkar andstæðinga heyra hátt. Við viljum sigur, við viljum sigur, við viljum sigur í þessum leik. Áfram KM, áfram KM, áfram KM.
Já, velkomin aftur að skjánum. Það eru þó nokkur breytingar hjá liðunum. Bjarni Aðalsteins komið inn á fyrir Hauk Heiðar og Hákáingar hafa gert breytingar sínum. Markmannsskipti Arnar fyrir út af og inn á kemur Sigurður Hrannar. Einnig fór Valdimar Einarsson út af og Aðalsteinn kemur inn á einn stað. Og síðast en ekki síst Ásgeir Börkur Ásgeirsson er kominn inn á fyrir Ólaf Örn á miðunni. Þannig að þeir eru á miðunni núna Artur Ari og Ásgeir Börkur. Leikreind miðja hjá HK núna. Já, svo fyrir aftur úr skiptingunni HK. Það var Arnar Freyr markmaður sem fór út af og Sigurður Hrannar kemur inn á. Síðan var það leikmaður nr. 15 Valdimar Einarsson sem fyrir út af og inn á kom leikmaður nr. 17 Aðalsteinn Einir Kristinsson og út af síðan fór leikmaður nr. 11 Ólafur Örn Eyðjólfsson og inn á kom leikmaður nr. 26 Ásgeir Börkur Ásgeirsson. Allt fært til bókar hérna á KA-TV eins og Gústa reynir lagið. Heyrðu þarna konum heldur betur bakgrinding frá inn á konum Aðalsteini Eini. Já, það þótti Gríms að vita að hann sé mættur inn á og veit Gríms það. Já, hann var ekki búinn að taka eftir því. Sjáum að Torfi hefur fært sig hérna yfir í hægri hluta miðvarðarstöðunar þar sem Haukur hefði verið fyrir á leik á meðan Bjarni Aðalsteinsson kemur inn á vinstra megin. Ára Grófin heldur áfram hlaupunum upp óþreytandi, Guðjón Pétur en þetta er skalla frá að Björn Berg og hann leggur Emil Allarsson á stað, fær hlaup þarna með sér Máni en Bjarni Aðalsteinsson gerir vel og skýlir boltanum út af. Þetta engar stiga K-menn. Hvorugt liðið fór inn í hálfleik. Heldur aðeins dómararnir. Og Birgir Þór Þrastarsson kvartaði yfir því hérna á leiðinni. Það var ennþá nóg eftir að hálfleiknum. Hvað menn var eiginlega að flýta sér. Hérna eru K-menn með Bjarni Aðalsteinsson. Brynjar Ingi Bjarnason. Torfi Tímóteus Gunnarsson með sendinguna framvöldin á Sæþór Olgeirsson. Þetta er flottu bolti. En Björn Berg er frár á fæti og kemur þessi horn. Þetta var rauninni frábær bolti hjá Tóra. Já. Mjög bara direkt og einfaldur en mögnuð vikt á þessari sendingu. Það var viktin sem skiptir máli. En Björn Berg þetta er ekki fyrsti og ekki síðasti bolti sem hann hreinsar í burtu. Og KM fór svona þriðju hornspyrnu í dag. Og það er sama setup, Grófin og Grímsi standa við boltan. Nú er það Grófin sem á að taka hornið eða hvað. Guðjón Pétur býður átekta fyrir utan líka. Þeir koma hlaupinu, þetta er Sæþór, náðu ekki að koma fót í knöttin hana. Og HK hreinsa frá. Almar Ormarsson, aftast í maður KA með lobbara inn á teginn. Það er Grímsi sem skallar hann út í lappirnar á Brynjarinn sem leggur hann fyrir Grófin. En Ásgeir Börkur, nei, Grófin hefur betur. Skemmtilega gert hjá Grófin hana. Hallgrímur fær hann í tegnum, hótar skotu við vinstri og það kemur hér en vel varið hjá Sigurði Hrannari Björnsinni. Pétur, þekkir þú einhver deili hvað sem það mennur að skipta markmann í hálfleik? Nei, Sigur hann er komin í HK og svo leiðis. Öflugur markmaður, var hjá Víking. Það er spurning hvort hann er eitthvað gælaði að taka byrjunarliðssætið af. Finnst hann enda mjög ólíklegt en þetta er Ásgeir góðum boltan, hann spilar í Copa Mundial sem er mjög gaman að sjá. Það er reppum alltaf leikmenn sem spila í Copa. Kemur engum á óvart að það skulle vera Ásgeir Börkur Ásgeirsson. Nei, Diddi hafði markinu eitthvað aðeins svoandi en vaknaði svo og tók boltan. Kastar hann strax á hörð. Eini leikmann inn á vellinu sem kom með gullspjald. Og hann gefur hann á Björn Berg sem þarf að skalla hann aftur á Didda.
Það virðist vera sama bitleysið í HK eins og endaði fyrirleikurinn. Já. Það er eitthvað voðalega tilviljunarkennt og þreytt hjá þeim. Já. Hrannar vill fá menn í pressu hérna núna og Bjarni gerir vel í þessa sendingu eins og lestrarbókina sína í menntaskólanum. Sæþór á Almar Ormarsson. Það er fyrir tilbaka Brynjar Inga. Brynjar á Almar í fyrsta, vel lýst hjá Brynjari. Og sen kemur sendingi frá Almar en hún er ekkert sérstök. Sendingi svo slík ágætt en ekkert hlaup kannski í fylgdinni. nei, þetta var ekki alveg hlaupið sem Grísivallana var í. Nei. Og hérna aftur HK að spila eitthvað út og þetta bara er... Aukaspyrna dæmd allavega. Já. Hún var ódýr. Ásgeir Börkur er búinn að vera inn og út úr liðinu í Lengjubökutum hjá HK. Kvenka sér hana. Spurning sé að glíma við einhver meiðsli eða hvort hann sé að hugsa sem squad player. Já. Ég gef allavega sendingi frá Bjarnar Gunnarsson. Bjarni alls og svo því varnar. Gerir ákveðlega þrýstir hún inn á miðjuna og þar finnur hann út til vinstræminn Hörður. Hörður með krossinn en þarna er enginn nema Aron Eli Gíslason, kóngur í eigin ríki. Vel er að gáðum að sjá varamann HK taka burpees inn á vellinum hann með hotfannan. Já, mjög skemmtilegt. Já, hann er hægt við því núna þannig að ekki að meira ágjur á því. Guðjón Pétur og Andri og Gauji. Og Hallgrímur fær pressu frá. Og kemur flotta sendingun á Grófen. Byggir þó sér áfram. Já, og sendingi fyrir markið. En þetta endar í höndunum á Didda. Aron Eli í skóahlaupi, gerir ágætlega. Kemur þessu næstu í leik, en boltinn út af við varamann Bekkháa. Þetta var alveg frábælega gert upp báða markmönnum. Það var rosalega sending inn fyrir hjá Didda í markinu og Aron bergar hann á síðsendið með frábæru útlaupi. Þannig er Aðarsteinn Einir með hann. Ásgeir Börkur. Ari. Og Björn. Torfi setur pressu á þá. Fær hann síðan í legglífana og vinnur síðan boltar af Ásgeiri Marteinsinni. Torfi sér hlaupið frá Grófen enn og aftur og sendingin í geggjuð. Grófen fær hann, Ari til varnar. Grófen með krossen sem fer í Ara og beint á Björn Berg. En Grófen hins vegar gerir vel í pressunni og Máni nær ekki til boltans og þetta enga stiga KM-menn. Já, ég get ekki sagt að það hefði verið hlaup hjá Grófen. Hann var bara að skokka upp kantinn en KM-menn virðast bara vita það að þeir geta sendt hann upp í hornið á hann og hann bara tekur þá á sprettinn og næri þeim alltaf. Svakalegur hraði í honum og hraða breytingarnar. Já. Það er Bjarni Aðarsteinsson. Sendingunni frá Torfa. Torfi búinn að vera með tvæsar góða sendingar hérna úr miðverðinum. Kemur einn á Hallgrím. Hallgrímur hefur tíma til að snúa. Sækir Ásgeir Börk. Hlaup frá bróður sinum, ákveður að nýta hann ekki. Og brot flautað. Börkurinn er ekki ánægður með þetta. Spurning hvort einhver vilji munda skotfótinn. Já, eru ekki alveg með 2-3 líklega hana? Jú, Guðjón Pétur lappar allavega hægum skrifum í 8 boltanum. Samt sendum við stóru strákun inn, þeir eru konur inn í miðverðirnir okkar, Brynjar Ingi og Bjarni Aðarsteinsson. Nei, Gauji lappar frá boltanum, það er Grímsi sem að taka þetta. Hákangarnir halda línunni ofalega á teignum. Kemur skotið og það er framhjá. Sigurður leitar að stuttu sendingunni. Þá koma KM-menn í pressu. Það er pressað á Ásgeir undir pressu frá Torfa af öllum mönnum. Ásgeir Börkur með slaka sendingu á Hrannar og Hrannar finnur síðan Sæþór í lappi sem er að taka við honum. Högguð djöfis tækling frá Björn Berg Bríði sem er væntanlega að fara í bókina. Gult spjald á loft. Og undir í lagi með Sæþórun vítaspyrna er sennilega ég aldrei sé réttar í vítaspyrnu. Nei. Þótt þú myndir leita víða. Þótt víða væri leitað. Sjáum þetta aftur. Frábærlega gert hjá Hrannar að sjá hlaup frá Sæþór í fyrsta þarna. Sæþór náði að hægja á boltanum og Björn Berg er eiginlega bara seinn þarna. Sæþór allar sjálfur á punktinu eða hvað?
Já. Það er bara 1 húsvingu fyrir næsta á punktinn, þegar Elvaróttir í fríi. Já, Guðjón Pétur reyndar tók á móti Val þegar Elvaróttir var ekki. Já. Fiskaði ekki? Nei. Man ekki hvort fiskaði þá spilni. Sæþór var allan inn á vellinu þá. Kemur Sæþór. Og þrátt fyrir að dittis í honum að þá skora Sæþór. 3-0. Merkjum gott viti. Já. Það var leikmaður nr. 28, Sæþór Olgeirsson. Annað markið hans Sæþórs í 2 leikjum núna í röð. Skoraði 5. markið á móti Afturhaldingu. 3-0 fyrir Káa. Sjáum vítið endur sínt hérna. Ditti í réttu horni. Náði ekki að stoppa boltan frá því að fara í netið. 3-0. Það verður það Artur Ari út á Arab. Leitar á Bjarnar Gunnarsson lappir og hann missi grófin á honum. Bjarni Gunnarsson, Bjarni Alsson til varnar. Bjarni hægir, Bjarni brýtur eða hvað, nei, grófin mættur. Ekkert dæmt, það virðist vera hann svona peysutog. Og þetta gerir hins vegar Artur Ari vel að halda inn á. En Káamenn komast á milli og Aron Eirík fær boltan. Já, ég er nokkuð vissum að Káamenn hefði verið ansins vektir að fá ekki aukaspyrnu allavega hérna í þessu atviki þetta gerst hinum megin. Bjarni Alsson hélt hann aðeins í treyjun á nafnæsinum Gunnarsinni þegar hann var að snúa. En Káamenn eins og með knöttin þangað til að grófin senda hann hérna út af. Og Heiðar Austmann, nei ekki Heiðar Austmann, Máni Austmann. Já, ég veit ekki alveg hvort að þessi eitthvað skildir en... Nei. Það getur vel verið. Það getur vel verið, en hérna er það Sæþór sem kemur langt tilbaka til að fá boltan. En þetta gerir Björn Berg vel, Andri Fannar mættur hins vegar. Nú er Hrannar komin ofalega. Bjarni inn fyrir á Ásgeir Martinsson. Ásgeir með Hörð með sér. Hörður býst við að mynda fyrirgjöfina en Hrannar stígur fyrir og Inga sem háka á. Artur Ari, hann getur vel skotið á markið en þetta er yfir. Káamenn að undirbúa skiptingu. Já. Þorri Mar sýnist mér. Sérðu það bara hérna hvort þetta sé Þorri eða Nökkvi? Já. Það er gott að eiga Pétur. Staðfest. Staðfest Þorri. Torfi hæsut í loftinu en Artur, það er að kvikna smá líf hjá HK núna. Bjarni meðan. Bjarni búinn að, hvort þessi bara tilfallandi núna, búinn að vera tvisvar frekar aftarlega á vellinum svona með að við eiga að vera eitt af 2 fremstu mönnunum. En þetta vinnur Andri Fannar nú koma að káa með 4 gegn 3. Andri Fannar sér hlaup frá Guðjón Pétri, sendingin erfið. Guðjón heldur þessu inn á en Björn Berg til varnar og Guðjón missar hann út af. Kemur Sæþór Olgeirsson út af. Já, ég ætla að segja það segurlega ef miðvörður í HK að tapa 3-0 og búa lítið að gera þegar þá nennir þú ekki að fá þennan leikmann inn á mótið núna. Nei, hann hættir aldrei. Nei, þótt að Sæþór sé duglegur alltaf þá er Þorri með eitthvað svona ekstra nýtró í sér sem að hann er endalega slaupandi og gerir varnarmönnum lífið leitt. Mátt aldrei taka augun á honum. Hann einmitt fiskaði víti á móti Afturhaldingu í síðasta leik, pjúra einstaklingsframtaka sem hann vann boltan af öftustu línu Afturhaldingar. Káa gerir breytingu á liði sínu, út af fyrir leikmaður nr. 28, Sæþór Olgeirsson. Og í hans stað kemur leikmaður nr. 49, Almar vinnur þennan, en Ásgeir Börkur gerir vel. Já, þess ber að geta að í hálfleik gerði Káa einnig breytingu á liði sínu. En þá fór Haukur Heiðar Hauksson af velli. Hrannar fær hérna aukaspyrnu út af hægri kantinum. Við erum náttúrulega bara dolfattir að hlusta á fallega rödd Ólafs Már Þórissonar. Vallar þuls í dag. En Káa hérna aukaspyrnu út af kantinum sem að Guðjón Pétur ætlar að taka. Og stóru strákarnir skokk inn í miðverðinu 3 og Þorri. Spurningu hvað Gauji geti galdrað. Sendingu á hausinn á Þorra. Eða hvað? Kemur sendingin
Hún á fjær og þetta Torfi með skall í slána. Frábær sending og vel gert hjá Torfa. Brynjar Ingi hirðir næsta bolta. Gaui með annan kross. Þessi út í tegin en þarna Emil, einhversu skallar hann frá, ekki alveg viss hver það var. Hrannar Björn sér hlaup frá bróður sinum en hver annar en Ari, ég veit ekki hvað ég búinn að segja nafnir oft í leiknum. Nokkuð gott. Já, hann skallar hann. Ég sjá við aukaspyrnuna og skallar hann frá Torfa í slána aftur. Frábær sending og Torfi gerir vel og byrna koma þessum ekki í netið. Grófinn tekur innkastið á Hallgrím sem að Ari tæklar út af. Þorri sækir þennan núna til Grófinn. Grófinn aftur á Þorra. Þorri heldur honum inn á. Ari til varnar, leitar að Grófinn, sendingin erfið en Grófinn gerir mjög vel. En náði ekki að koma sendinguna Hallgrím. Þá er það Ásgeir Martinsson. Og til vinstri á Mána. Bjarni Arnþórsson hins vegar vinnur á honum knöttin. Laglega. Sendir hann aftur á Aron Eli og Aron Eli með sendingu. En þarna engin káamaður. HK með það núna. Ásgeir Börkur fær hann á miðjumvellinum. Þarf að senda tilbaka á Björn. Björn losar hann fram. Þarna Bjarni Arnþórsson snöggur að láta sig á hlutunum. Hallgrímur fær hann, Ari í bakkinn á honum og brýtur eða hvað, ekkert flautað, jú. HK-ingar fara að votta fyrir pirring hjá leikmönnum HK og nú fær Ásgeir Börkur Ásgeirsson gult spjald fyrir... Standard gult bara ekki. Jó, sækir hann sig ekki alltaf eitt svoleiðis. Grítir þarna boltanum burtu í mótmælaskinni. Það gult samkvæmt reglugerð. Já. Hann þekki það alveg að spila á gulu spjaldi. Já, jafnvel að hann fikið það bara þægilega. Já, það er bara búið. Hann var Andri Grófinn, erfið móttakaðinn, gerir vel, sækir á Ara, Ari hlýtur honum þreyttur á Grófinn, Grófinn fyrirgjöfuna á fjær, það Torfi sem skallar en þetta endar í höndunum á Ditta. Ditti með sendingu upp völlin, það Hrannar í kapphlaupi við Bjarna, hann með, rangstaða og skipting, frábærlega beiting á flagginu þarna hjá Svenna 24. Já, það var undarlegt. Já. Ekki sé þetta áður. Og ekki vissum að þetta sé í reglugerðinni. Nei, en það tvöföld skipting hjá HK. Út að vera að fara Ásgeir Martinsson allavega. Hann skokkar hérna, leikmann með 7. Og svo sýnist mér... Já, Máni Austmann líka fara út af. Hann heitir Máni Austmann Hilmarsson og leikmann með 7 Ásgeir Martinsson. Valgeir að koma inn á. Valgeirsson. Það var alltaf skiltið fyrir Allarþulinn. Nú veit ég bara Ólafur Már Þórsson. Einhverju mjög góðir menn. Já, það er leikmaður númer 9. Brynjar Jónasson. Og hinn er alveg pottið þrælgóður. Já, og það var eins og við sögðum Valgeir. Frábær sending, Brynjar í fyrst nettingu, rangstaður. Já, hann olli usla strax að Brynjar og það var hann Valgeir líka sem var með hann í hlaupinu meira þess að. Já, Brynjar myndaði framherjaparið með Bjarna í fyrra og skoraði áfómörkin og Valgeir sem er komin, hann er búið að velja hann í U17. Hann er að fara til Þýskalands með þeim held ég. Efnilegur drengur. Fæddur 2002 eins og Valdimar sem fór út af hálfleik. HK og Brynjar Björn óhræddur við að beita ungu strángurinn finna. Boltinn í byrjun hins vegar hérna frá Ara. Ari er orðinn þreyttur Petti. Já. Mikið búið að mæða á Ara. Skildi engan undra. Nei. HK er búinn 5 skiptingar. Já, þeir mega skipta öllum sínum mönnum sem þeir geru 3 í hálfleik. Þeir en það inni Viktor Bjarka, reynsluboltan og aðstofþjálfarann. Já. Og einnig Guðmund Axel Blöndal. Náskildur Magga Blöndal. Ásgeir Börkur og Almar í baráttunni en það er síðan Bjarni sem að vinna þennan endanum eða hvað. Hörku barátta þarna, þeir elska þetta báðu tveir. Guðgeir flautar. Aukaspyrnur frá HK. Björn Berg á Artur Ara. Andri reyndi að ná honum knettinum en Artur sneri á hann.
beitti krókamóti bragðið þarna. Brynjar út á Ara. Ari sækir á Grófen. En Grófen hefur betur en dæmdur brotlegur. Sveinn flaggar. Guðgeir flautar. Og HK aukaspyrnu á vænlegum stað. Hörður Máni Ásmundsson, vinstri bakkur ætlar að taka sér spyrnu. Mundar vinstri fótinn. Sjáum að Káa sendir Þorra fram, tilbúin að sækja hratt. En það þarf að verjast fyrst og hér kemur boltinn. Aron Eli gerir vel stekkur hægst tegnum og reyndar lendir hann á. Hann byrjar að ringa eða hvað? Torfa. Torfi heldur kjálkan á sér. Vonandi í lagi með hann. Torfi Tímoteus. Verið í stórhlutverki á Káa eftir að hann kom til liðs við okkur frá Fjölni. Og á örugglega eftir að reynast okkur ansi mikilvægur í sumar. Ungur og efnilegur drengur í U21 landsliðinu eins og Daniel Hafsteinsson sem ekki með í dagina meðsla. Já, þó eigum við inni Hallgrímur Jónsson og Callum Williams. Já. Callum kemur til landsins á föstudaginn. 15. mars næstkomandi. Ferðast síðan með Káa liðin til Tyrklands viku seinna. Það sem Káa mun dvelja í æfingabúðum. Bjarni Hafsteinsson til pressu en setur hann tilbaka á Aron Eli. Aron Eli leitar að Káamanni en finnur Ara. En Ari gerir vel. Hrifinn af þessum Ara. Almar hins vegar vinnur á honum boltan. Nú koma Káamenn 3 gegn reynda 5 hákáingum. Hallgrímur stendur af sér brotið. Sér Hrannar í hlaupinu það hægra megin. Sendi geninn fyrir á bróður sinn. Hún er frábær. Hvað gerir Hrannar út í teginn á Andra sem reyndi þarna einhvers konar hælspyrnu. Þetta var Almar fyrirgefið. Spila báður í appelsingulum skóm. Þess vegna ruglast ég. Almar kom hann í seinna hlaupinu. Þetta hefði verið keimlíkt markinu sem Andri Fannar skoraði fyrir áleik ef þetta hefði verið mark. Frábærlega vel gert ykkur sagði hana. Já. Sendingin kom akkurat á hárréttum tíma. Já. Eins og sjáum hérna. Þarna á þetta að vera stóðstingi á Hrannari. Innkast núna sem HK á, djúpt á vallarlingi Káamanna. Þetta er endan á milli núna þessa mínúturnar. Staðan sé fyrir 3-0 fyrir Káa. Aron Eli með sendinguna fram. Kemur Þorri úr rangstöðunni eða hvað. En Birgir heldur flagginu niðri. En Guðgeir flautar. Þetta er spurning hvort það voruð einhver samskipti þarna í mikrofónum. Hlýtur að vera. Getur ekkert ekki rangstöð þarna með við. Nei. Þetta var undarlegt. En Guðgeir hefur metið það svo að hann hefði haft áhrif á leikinn en ekki Byggið. Þannig að það kom flaut. Hrannar með Bjarnar Gunnarsson í bakkinu. Sjáum að Bjarni hefur sennilega fært sig hans aftur á völlinn eftir innkomin Brynjar sem er komin í fremstu línu með Emil Atlasinni. Kemur sendinginn á miðuna, það er Hallgrímur sem fær tíma til að taka mót honum. Grófin ógnar hlaup hérna vinstra megin en hann reyndir sendingun á Andra Fannar sig og líki hlaupið hægra megin. Vel leist það í HK og komaðir. Bjarni Gunnarsson sækir á Torfa Tímoteus. Tekur skærin inn út í hornið, sendingi fyrir markið og þetta var nú bara dauðafæri hjá Emil. Já, ég held að hann ekki vita sjálfur að þetta var dauðafæri. Æ, hann var óvaldar allavega. Þeir eru ennþá Káamenn að kvarta yfir hvað rangstæðan var tekinn. Já, það er ekki beint held ég hlutur sem eru að skipta miklu máli. Nei. En við heyrðum hann, ég veit ekki hvort að mækinn náði, við heyrðum hann að orðasamskipti Birgir Þrestarsson og Hrannar Steingrímssonar. Birgir spurði Hrannar í svo mikilli einlægni hvort að Hrannar væri farin að efast sjálfan sig. En það var Ásgeir Börkur en þetta gerir Þorri og Guðjón vel. Þorri 1 gegn 4 með Hrannar í hlaupinu. Kemur á Hrannar, kemur síðan sjálfur í hlaupinu í teig, Guðjón kemur utan á. Hrannar ætlar að fara Ásgeir Börk hætti við. Og finnur Almar á miðunni, Almar með að snöggt út til vinstri og Grófin en hver er mættur? Ari.
brotið á Grímsa. Ég held að Káa búinn að fá einhverja 5-6 aukaspyrnur í leiknum og flestar þeirra fyrir brot á Hallgrími Már Steingrímssyni. Já, það er ekkert nýtt undir sólinni. Nei, það er svo sem ekkert nýtt undir sólinni. Hann er náttúrulega mikið með boltann og sjóknandi þegar hann er með hann. En Káa setur stórstrákaninn á teig. Þá er hann að gera sér mat úr þessu. Þá eru Tímóteus búinn að ógna tvisvarinn í teignum hérna fyrir í dag. Hann langar að skora. Hér er Brynjar Ingi hins vegar. Þetta er hotspinna. Þetta er markspinna. Næri mækin hérna. Nei, myndaðalinn hvað Óli Stefán var að gera hann á hliðinni. Þetta er Brannislav. Þetta er Brannislav hann. Já. Ja, þetta er Steinþór, sorry. Já. Það var einhver gammal. Spurning hvort að Ágúst geti blokkað þetta út úr lýsingunni þegar þeir fara Steinþór fyrir horfur á þetta. Steinþór fyrir Þorsteinsson er farin að teygja þarna og Aron Pétursson hitt upp og fleiri góðir. Þetta gerir Emil vel, skallar hann inn fyrir en Brynjar Ingi kemur honum inn á miðjuna. Það er Arnþór Ari hins vegar sem hirðir upp lausaboltann, reynir skot sem að Bjarni Arnþórsson fær í sig. Emil á næsta bolta út til vinstra á Bjarna Gunnarsson. Bjarni gegn Torfa Tímóteusi. Bjarni tekur skærin sín aftur, nú fer hann inn á miðanvöllinn. En Andri Fannar gerir vel. Þorri með skemmtilegan snúning og nú geta það komið hratt. Þorri setur nýtrófið í gang. Afskil á gulu. En aðeins og seinna sjá hlaup frá Guðjón undir færa megin. Og þeir vinna ágætlega saman Ásgeir Börkur Ásgeirsson og Aðalsteinn Einir Kristinsson að hirða boltann af Þorra. Þá er það hins vegar Arnþór Ari, Valgeir. Bjarni Arnþórsson til varnar. Valgeir kemur honum út á Ara. Ari með slakkan kross sem fer beint á Almar. Börkurinn með sendingu tilbaka á Hörð og Hörður aftur á Aðalsteinn. Káa menn kallaði liðið sitt ofar á völlinn. Sendingin frá Arnþór Ara og Bjarna. Bjarni virðist fyrir eitthvað svona fríról hlutverki hérna framála á vellinum akkurat þessa stundina. Hörður með sendinguna sem að Bjarni skallar. Bjarni staðsetur öfu megin líka einhvern megin. Guðjón sendir hann á Hrannar. Þorri okkur á hlaupinu hérna, Hrannar hætti við að nýta hann. Andri Fannar spil tilbaka á Torfa og Torfi á Brynjar Inga. Káa með fá smá ró í leikinn. Búið að vera jafnræði með liðunum eftir vítaspyrnuna. Já, maður finnst samt ekki mikil ógn á hokkuleginu. Hallgrímur fær sendingur hérna upp í vinstra megin. Sækir á Björn Berg. Björn er ekkert í öfundsverðri stöðu þarna á gulu spjaldi. Hallgrímur með frábært skot sem er rétt framhjá. Já, þetta var bara einu sinni hálfspöldin. Gaman góða. Sjáum þérna aftur. Grímsi er kvikur. Snöggur að koma sér í skotstöðu. Og kemur skotur hérna bara rétt framhjá. Þessi hefði sungið í netinu að nýta markið. Já, mér finnst líklegt að Hrannar fari beint á YouTube eftir leik og skoða þetta atvik hérna með Rangstöðuna? Rangstöðatökin. Brynjar Ingi og Emil Allarsson í baráttinu og Torfi síðan. Þeir skallar inn fyrir hann Rangstad. Hann segir að fara með niður með flaggið. Já, nú myndi það þannig að skallin hef ekki komið af. Já, Arnþór Ari með skot og mark. Káa menn ekki sáttir enda nokkur eru sem hreinlega hættu þegar þeir sáu flaggið fara á loft. Og markið hins vegar gott og gilt. Guðgeir með þetta á hreinu. Það var Arnþór Ari Allarsson sem skoraði markið með góðu og hnitmiðu skoti. Þeir eru ennþá að ræða við Guðgeir, Torfi og Brynjar Ingi og Almar. Verulega ósáttir með að hann hefði flaggað þetta niður þarna. Sjáum hérna strax handabendinguna frá honum. Handabendingin frá dómarunum gaf strax merki það. Sjáum þetta aftur. Sjáum hérna, hann er að benda flagginu niður og þeir eru ekki í stöðu þarna. Og Arnþór Ari með mikið pláss og góðan skotfót og þessi endar í netinu. 3-1 staðan. Spurning hvort það kvikna aðeins líf á HK-ingum. Kjölfar á þessu. Fáum hér skilaboð. Maður sé búið að breyta rangstöðureglu hérna. Nú máttu taka rangstöðuna þar sem HK tók rangstöðuna. Já. Sérst á vitlausum vatahelmingi. Þar sem er ekki hægt að vera rangstöður. Já. Við verðum að treysta dómarunum fyrir því. Já. Nú er Torfi með hann.
Kemur hann að Hallgrím og Hallgrím mikið plás. Valgeir ógnar í bakki honum, Grím sem mundar skotfótinn, hendir hátt yfir. Þetta skyndilega leikur bara. Já, 3-1 og 15 mínútur stefnu. Rúmlega. Andri Fannar í pressun á Artur Ara. Ari hafur minna farið upp vinstra meginn í seinni hálfleik hjá okkur, KM-unum. Heldur inn í fyrri. Hann fór allt eiginlega upp vinstra meginn. Nefna mörkin 2 reyndar. Brynjar Ingi gerir vel. Kemur honum í skattar hann í lappirnar á Almari. Grófi með sendingu aftan á Aron Eli. Ég veit að KM-in eru svektir líka bara við sjálfan. Þeir langaði örugglega að halda hreinu úr því sem komið var allavega. Ari og Valgeir hann í baráttinu við Grófin. Kemur krossinn. Og þar Bjarni í baráttinu við Torfa Tímóteus. Artur Ari með sendingu og þetta vel spilað en Torfi mættur. Hefði getað farið illa ef að Torfi hefði ekki verið réttum á rétt staðna. Jó, boltinn fór upp í. Bjarni tegir hérna á, meittur eitthvað krampi. Kvartaði eitthvað aftan að læri á hann, sá ég. Já. En Ási Gísla góðkunningi KTV að segja ykkur að Rángstæðan getur verið tekinn fram með mig ef að hann kemur út djúpun og þá hann tekinn að sér Rángstæðan að virkjast. Já. En svo réttilega var gert aðan hjá Háka. Þannig að eins og fyrir Birgir Þór Þraftarsson með allt á hreinu þrátt fyrir að Maggi Sigurðar stendur ræðið með það núna. Já, líklega segja hann líka frá þessar reglu. Já. Sjáum Aðalsteinn Halldórsson. Steini Dragon líka búinn að fletta upp í reglugerðinni í símanum sínum. Það nóg að gera þetta á hliðarlínunum svo áhorfendur sjá ekki nema völlinn. En þá koma Háká. Aðalsteinn. Björn Berg. Með langast bolta fram. Þar Emil í hlaupinu. Bjarni Aðalsteinsson reynar að skalla fyrir Grófin. Valgeir hins vegar missar hann langt frá sér og Almar hirðir hann. Brotið Almar en Almar stendur þetta af sér. Ekki þekktur fyrir hana. Finnur Hallgrím út í vinstra megin. Grófin kemur að hlaupi utan á og þeir eru inn á teignum á leiðinu á tegin Guðjón og Þorri. Grófin í baráttunni við Artur Ara. Sendir þetta tilbaka á Andra Fannar. Andri Fannar róar þetta aðeins niður. Leitar að sendingunni. Leitar hann alveg tilbaka á Bjarni Aðalsteins. Bjarni yfir á Brynjar Inga. Sjáum að það væntanlega koma skipting strax hérna. Bjarni Gunnarsson haltrandi. Já, KM-un einnig að gera breytingu. Já, Þorri tekur á móti þessum. Það með hlaupið Andra Fannari sér það en Björn Berg bríði réttum á rétt stað. Já, þetta ekki Nökkvi þeir? Jó, Nökkvi þeir eru að koma inn á. Vonandi ekki fyrir Þorra. Nei, Andri Fannar og Guðjón vinna boltan hana. En sendingin aðeins svo aftarlega fyrir Þorra sem var á fullu gasi. Áski Börkur snýri vörðin sókn, finnur Bjarna. Torfi setur lappirnar inn í klófans og vinnur boltan. Vel gerst að Torfa. Börkurinn á gulu spjaldi hendir sér í tæklingu og er að fá hérna í annað gult spjald og þar með rautt. Áski Börkur stoppaði við í þessum leik í 33 mínútur. Þetta fannst mér vera frekar ódýrt. Þar ég hjartanlega sammálaður. Hann hendi sér ekki niður í tæklingu, hann bara var lág aðna. Já, hann kom ekki við neitt hann okkur. Nei, hann svona. Sjáum þetta aftur eða hvað? Brýði hvort við erum með þetta hérna. Sjáum hérna. Einstaklega vel gefið rautt spjald hann. Já, Torfi vinnur boltan vel. Og hér kemur, þetta bara eitt fótur og kom aldrei við hann sko. Hrikalegt. Þetta En hann fer út af með 2 gul og aðeins 1 brot á 33 mínútum. Já. Það er nokkuð gott. Það er nokkuð gott. Hann fer beint á bekkinn sem má nú ekki. Nei. Nefnum Ási segir mér að líka sé búið að breyta þeirri reglu. Því ég er spenntur því. Já. Nökkvi þeir, Þórisson að koma inn fyrir Guðjón Pétur Lýðsson. Og leikmaður númer 14, Viktor Bjarki Arnarsson, aðstoðarþjálfari HK er að koma inn á fyrir Bjarna. Já. Við sjáum að Svenni 24 bendir Berkinum á að fara bekknum. Viktor kemur að djúpar með hann á kljástu fyrir samherja sinni KR, Almar Árnason. Já, kemur í stöðuna sem Börkurinn var í væntanlega. Og þeir spila það bara meitt frammi. Eða einhvers konar útfærslu af 4-3-2. Hér barátt boltan og Grófin með það. Kemur hann á Gríms á Gríms inn á Nökkva. Nökkvi kemur hann á... Nei. Viktor Bjarki vinnur hérna sinni fyrsta bolta.
Bjarni Aðarsteinsson hins vegar hefur gert vel í að lesa þessar sendingar hjá HK fram og mættu fyrstur á staðinn og hittir boltan. Finnur ekki Bjarnason með hann í öftustu línu. Spennandi að sjá Nökkva, hann er búinn að vera lengi frá vegna meiðsla og já. Maður ætlast til að vera smá riði í honum til að byrja með en vonandi verður hlutur hristað það af sér. Já, þá kemur sendingur á Torfa inn á Gríms og hún er geggjuð. Gríms í svona móttakarsvíkurinn örlítið. Væntanlega dæmdur brotlegur hérna já á Ara. Torfi með mjög flotta sendingar hérna inn fyrir. Þetta var algjörlega frábærbolti og Gríms á að gera betur hérna eins og sjáum. Hann á bara að gera betur hérna, við ætlumst til meira á honum. Já. Guðgeir vill að Diddi færi aftar. Viktor Bjarki var ekki í sammálunum og reyndi að kenna Guðgeir reglunar að það. Kemur sendingin löng frá markmanni HK. Bjarni notar hendurnar til að stoppa Emil og það er flagg frá Sveini 24. Aukaspyrna dæmt. Þá er það Hörður sem kemur allavega yfir að hægri kantinn til að taka þessa spyrnu. Kemur spyrnan. Klarsson á teiknum og þetta er svona svo Callum Williams skoraði fyrra þar sem var reyndi hann Aðalsteinn Einir skora með bakkinu. Let's all do the Callum eins og kallast. HK er að láta finna fyrir sér núna. Björn Berg kominn framalega þarna til að hann var á leiðinni tilbaka eftir aukaspyrnuna og komum við til að láta Andra Fannar aðeins finna fyrir sér. Þá komaður Andri Fannar, sér eitthvað hlaup frá Nökkva. Hann er rangstæður. Móttakan góð hins vegar. Frábær bolti frá móttaka. Já. Kim líkir á velli bræðinni í guðslegandi fegin að þeir séu í sikkunum litaskóm. Já. Margir týpur sem spila fyrir Káa? Nei. Ég þarf eiginlega bara að hugsa svolítið tilbaka ef ég ætla að finna þá. Ég veit ekki hvort að Haukur og Hinrikssynir hafi spilað ekkert saman. Fæddir 1990, hér kemur frábær sending Valgeir. Tekur vel á þarna Bissi-boltan aðeins langt frá sér og Aron Eli hand saman hann. Já, Bjarni frábærlega hana, kom tilbaka á. Og kastar hann langt fram á Þorra. Þorri hefur fært sér út hægra meginn eftir að bróður kom inn á. Og þarna vildi Nökkvi fá hann frá Þorra bróður sinum. Já, veit ekki alveg okkur Þorri spilum tilbaka, það er bara haldið áfram að breyka á það hérna. Já. Ferska lappir í þeim báðum. Já. Sjáum að það er allt galop hérna hægra megin. Eins og þú nefndir aðan Pétur tvöfaldar svolítið á bakverðina hjá HK. Bjarni sendir hann aftur á Aron Eli. Spurning hvort að Óli Stefán og Káa sér hann að drepa leikinn bara. Hægja hans á tempónum. Torfi horfir. Við fá hann í stuttan en sendingin ekki góð. Ari stígur inn í. Það eru margar sóknir að brotna hann Ara. Viktor tilbaka á Björn. Kemur sendingin og hvað? Bjarni á Hrannar. Hrannar og Andri. Andri aftur út á Hrannar. Hrannar með smá pláss hérna á kantinu núna. Sér Nökkvi var rangstæður og vissi það sjálfur. Já, það er Nökkvi sig og væstu til að simpla sinni leikinn. Hann og graður hlaupunum sínum. Kemur ákveðlega að spila hérna hjá Arnþóri Ara en Þorri vinnur boltan með Hallgrím sem fær Ara í bakið. Gríms ennþá með hann, gerir vel, mundar vinstri fótinn, ætlar að senda hann út í teiginn og Andra Fannar en Björn Berg stígur fyrir Viktor Bjarki eins og var ekki alveg með á hreinu hvað boltinn var og Andri Fannar hirðir hann. Almar vill skjóta það, nei, Nökkvi, Almar. Gríms er lengi á leiðum til rangstöðunni, tekur sér tími í þetta, aðsendur grúfen. Andri Fannar og Andri Fannar skiptir um yfir á Torfa Tímóteus og hann yfir á Hrannar Björn. Torfi sér hlaup frá Þorra. Já,
að sjálfsögðu eru velurinn að Káa-tífi með allt á hreinu. Það eru 2 tvíburar sem hafa spilað áður fyrir Káa, Pétur. Það eru eins og ég sagði Haukur og Hinrik. Þeir náðu leik saman og Ágúst og Bergþór Ásgrímssynir snemma á 9. áratugnum. Þetta hef ég frá stórgóðum heimildamanni. Þannig að þetta eru 3 tvíburarnir. Það færst í bókar í Ágústi. Já. Kemur líka grafíkum með það í næsta leik. Sennilega. Hér færa Káin boltan yfir til hægri. Torfi leitar að samherja. Finnur Almar. Almar hefur tíma til að snúa. Andri Fannar. Sér hlaup frá Hrannari sem er rétt staður. Boltinn langur. Nei. Biggi flautar, flaggar á Hrannar. Guðgeir ræði við Hrannar, nei, spjaldar Hrannar fyrir að sparka boltanum burtu. Diddi, markmaður. Já, Ágúst fór okkur í fílu og ég myndi segja að grafíkum myndi koma í næsta leik. Já, þannig að hendir bara inn núna. Frábær Ágúst Stefánsson. Fekk okkur ógeðslegan svip frá honum og kom þetta bara alltaf á mér. Það er enda vantaði myndirnar. Það hefur verið gaman að hafa það með. Leiðilegt hjá honum. En Hrannar fekk spjald þarna fyrir að sparka boltanum burtu upp á flagga rangstöðuna. Hann Sigurður Hrannar í marki. HK bað þetta, hann höfuðmeðist, stoppaði Guðgeir. Já. Ólafur Aron nýttist tækifærið með að við vorum að dásta tölfræðans Gústa og kom inn á. Og hann kom að sjálfsögðu inn á fyrir Andra Fannar Stefánsson. Nei, fyrir Alexander Gróven. Andri Fannar færi sig í vinstri vangbökkurinn. Og Steinþór fyrir Þorsteinsson að gera sig kláran á bekknum. Það er í lagi með Emil, þetta er nú samt sennilega 3. höfuðauki sem Emil fær í leiknum. Brynjar Ingi með langan bolta fram. Nú lítur nökkur sín í hlaupinu. Björn Berg sparkar hann tilbaka á Didda. Diddi sem að æsti sig aðan yfir því að Hrannar hefði sparkað boltanum í burtu þarna. Sparkar hann fram. Brynjar gerir vel, kemur hann á Valgeir. Bjarni með sendingu á Hallgrímur. Hallgrímur með Nökkva í hlaupinu. Losar hann yfir á Nökkva. Nú getur Nökkvi komið á fullri ferð. Sækt að markinu og með sendingu á bróður sinn sem skorar. Virkilega fallegt samspil hjá þeim bræðrum. Þorri Mar og Nökkvi Þeyr Þórisson gera þetta virkilega vel. Sjáum þetta að öllum líkjöndum aftur hérna. Það vonandi að snúrun hann geti dottið út. Já, hér er það Nökkvi og sendingin er frábær og Þorri klára vel. Þetta var akkurat tímapunkturinn. Þarna sýnir Nökkvi hversu magnaður hann er. Já. Útaf fór leikmaður númer 29. Hann þarf að sýna sig á sanna. Já. Línunni Káa og hann er í dauðafæri hérna. Virkilega vel gert og það er Steinþór fyrir Þorsteinsson að koma inn á fyrir Hallgrím Mar Steingrímsson. En það er gaman að segja frá því að á meðan tvíburarnir Nökkvi og Þorri voru að skora fyrir Káa þá var ég að fá senda sögu að þeim Ágústi og Bergþóri Ásgrímssyni. Þessi saga er frá Vassbera Káa-liðsins á þeim tíma að Ágúst hafi hvatt Bergþór til að bera vel að Deep Heat hitakremi á náran á sér og það væri í góðu lagi að setja svolítið á pungin líka. Þannig að það er gott að Nökkvi og Þorri einbytti bara að skora mörk fyrir Káa menn þeir bræður Ágúst og Bergþór hafi verið svolítið í hitakreminu bara. En fyrir áhugasama þá var Newcastle að komast yfir gegn Everton. Já, eftir að hafa verið 2-0 undir fyrir hálfleik. Við mikinn fögnuð Péturs Heiðar sem ákvað að vera hérna með okkur í dag í stæðan fyrir að horfa á Newcastle. Já, og grunnar Elvarni sé að gera sama heima við ykkur ára Newcastle frekar þetta. Já, en hann liggur hérna á vellinu með hákáðingurinn, ég sé ekki alveg hver þetta er, en spurning hvort þeir sparki ekki boltanum út af. Jú, Valgeir gerir það. Og fyrst við erum í þessu umræfni þá er nýr leikmaður Káa, einn í Newcastle, Alexander Gróven. Já, þeir eru 3 núna leikmenn á þeim. Það er Elvar Árni, það er Alexander Gróven og það er Callum Williams. Já. Það hlýtur að vera met í Pepsi Max-deildinni þarna.
Já. Og svipaði þjálfarteimi Ingolokka. Er ekki Guðjón Pétur Núkesson líka? Nei, hann horfði ekki hófbólta. Mér fannst ég vera að ræða við einhvern upp í KM daginn, nýjan leikmann, og hann var í Núkesson maður líka. Já, það er þá. Það fengur fyrir Núkesson-klúbinn. Alltaf velkomin. Já. Það var bara aftur aukast, það er alveg heilu. Staðan orðin 4-1 fyrir okkur KM-menn þegar að venjulegur leiktími er hér með liðin. Og uppbóttíminn, mér sýndist Guðgeir vera að lyfta 3 fingrum, frekar en 4. Þannig að... Það sem hann kom inn á þarna með Nökkva og Þorra, það lítur að vera óþægileg staða að þú ert að berjast fyrir sætiðinu í liðinu og reyna að komast í liðið. Þú ert að spila sömu stöðu á tvíburabróðin. Já. Almar, Viktor Bjarki reynir að brjóta honum en Almar stendur það af sér og frábær sendingu inn fyrir á Nökkva sem er í baráttunni. Björn Berg, Nökkvi tekur hann og skorar! Gæði í þessum bræðrum. Það er ekkert að kvart yfir þessar innkomu, það er bara svoleiðis. Stóðsendingu mark hjá Nökkva, sendi ekki inn hjá Almari frábær. Stóð af sér tækling frá Viktori Bjarka. 35, Nökkvi Þeyr Þórisson sem skoraði mark KA. Staðan 5-1 fyrir KA. Þeir eru keimleikir á velli bræðnir en þeir eru samt ólíkir leikmenn. Já. Kom upp úr starfinu hjá Dalvík. Ekki satt. Jú, mikið rétt. Fóru ungir til Hannover í Þýskalandi og voru þar í úlingaliðum þar. Nökkva bauðst samningur í Hannover en þáði hann ekki og þeir komum báðir heim og spiluðu með Dalvík Reynir fyrir ákveð hjálpaðum upp. Já. Það er frændið þegar ég mitt yfirmaður málaði á handbolta Hannover. Heimar Felixson. Já, þetta eru skemmtilega tengar. Heimar Felixson fyrir leikmaður KA í handbolta. Já. Af þó sættum þó. Já, fyrirhundi leikmaður Þórs líka í fótbolta. Já. Spilaði með honum þegar hann kom heim í sumarfríin sinna og kom hann og spilaði í þá gömlu góðu. Í þá gömlu góða og fekk ég að spila með honum. Þetta er ekki tíkast ekki í dag. Nei, gerir það ekki. Það væri örugglega sterkt fyrir akkur handboltafélag var Arnar Gunnarsson í handboltan bara í vetrarfýrunum sínum. Já. Þegar við fáum vetrarfýr sem er ennsku úrvalsdeildinni. Þá eru það ákvæðingar með hann í öftustu línu. Það er ennþá ákefð í þeim tvíburunum að bæta við. Frábær innkomu hjá þeim báðum. Valgeir. Björn Berg. Sendinguna á Brynjar sem tekur ekki nægilega vel á mótunum og KA-inkast. Og þá flautar Guðgeir leikinn af. Loka tölur 5-1 fyrir KA og sæti í undanúrslitum Lengjubikarsins 2019 er tryggt. Heilt yfir mjög solid framistæðu KA-liðinu. Og já, ég ætla bara að segja að þetta er fyrsta leikurinn sem heildina litið hefur maður bara verið sáttu við. Já. Rauninni 90 mínútur. Nákvæmlega. Sjáum hérna tölfræðina. KA með 17 skot gegn 9 HK-manna, 10 þeirra á markið á KA. Það er ákveðið, það er gott hlutfall. Þá beini ég annari spurningu til heimildamanna minna hvort þetta sé fyrst skipti sem að tvíburar koma báðir að marki hjá KA. En allavega klárum að fara yfir þetta. HK vann okkur í hotspinnum 4-3, rangstöður 3-2, brot 10 og 10, gul spjöld 4 á HK, 1 á KA og 1 rautt spjald Ásgeir Börkur. Eins og Pétur nefndi hérna áðan, fekk 2 gul en aðeins 1 brot. Við á KA TV Baldur Halldórsson, myndatökumaður. Beis Dragonov kallaður, Ágúst Stefánsson, tækni, stjóri, útsendingarstjóri og sjálfur heiti ég Sigurður með Pétur Heiðar. Þökkum fyrir okkur í dag. Sæl sinni.